Ég ætla bara að lesa hérna 11. júlí, það er daginn í gær, eftir Ellen G. White hérna í daglegt líf. Komið hvað svo til mig þetta. Hann var vitnar hérna, það gengur út frá Jesaja 54. Hinn alvaldi drottin hefur gefið mér lærisveina tungu, svo ég hef vit á að styrkja hina mættu með orðum mínum. Hann vekur á hverju morgni vekur hann eyra mitt, svo ég taki eftir eins og lærisveinar gjöra. Dvelji Kristur hið innra með okkur, verðum við Kristin, jafnt heima sem að heiman. Sá sem er Kristinn mun hafa vingjarnleg orð að mæla við skyldfólk og félaga. Hann mun vera vingjarnlegur, kurteis, ástríkur og fullur samúðar, að ala sig upp fyrir heimilið efra. Sé hann meðlimur hinna konunglegu fjölskyldu, mun hann koma fram sem fulltrúi þess ríkis sem hann er að fara til. Hann mun tala blíðlega við börn sín, því hann gerir sér grein fyrir að þau eru líka erfingjar Guðs. Meðlimir hinnar himnesku hirðar, börn Guðs mun ekki sína neina hörku. Sumir stæra sig að því að vera berorðir, afdrátt og lausur í orðum og grófir, og þeir kalla þetta hreinskilni, en það er ekki rétta nafnið. Þetta er eigingirni í svörtustu mynd. Kristur var alltaf rólegur og virðulegur, og þeir sem starfa með honum munu nota í starfi sínu olíu náðarinnar. Orð þeirra og athafnir munu hafa sefandi áhrif. Við verðum að venja okkur á að sýna meðöngun, vera viðkvæm og blíð, sýna fyrirgefningu og samúð. Við eigum að afleggja alla hégóma, heimskulegt tal, grín og glens, en þó ekki vera köld, ómennblendin og skilningslaus á tilfinningar annara. Andi drottins á að hvíla yfir ykkur þar til þið verðið eins og ilmandi blóm í garði Guðs. Þið eigið að halda áfram að tala ljósið, Jesú, réttlæti sólina, þar til þið breytist frá dýrð til dýrðar, frá lunderni til lundernis, og gangi fram í auknum styrk og endurspeglið æ betur hinna hjartfólgnu mynd Jesú. Kristur er alltaf tilbúinn að veita af auði sínum. Við ættum að safna saman hinnum dýrmætu steinum sem frá honum koma, svo þessi gimsteinar geti fallið okkur af vörum þegar við tölum. Og við höldum nú áfram að syngja.